Velkomin. Takk fyrir. Til mín í hlaðvarpið og getur sagt mér svona hver þú ert, hvaðan þú kemur, svona aðeins bakgrunnið þinn. Já, herri, ég er, eins og ég tilkynni, ég er Vaspri, rísandi sportdreka og segi alltaf að ég komi frá Grundarfirði. Og bjóð þar með mömmu minni og þar bjóð ömma og afi og það svona, hvað segja, hjarta mitt er þar, ég pilli mér svo reglulega þangað, einu svona ári. Já. Og og svo deyr amma mín og svo stuttu setna, 2 ára setna deyr afi minn, þannig að við flytjum frá Grundarfirði og ég og móðir mín og og kötturinn og flökkum aðeins og förum til Keflavíkur og svoleiðis, þannig ég sé alltaf svona hjarta mitt er í Grundarfirði, fer svo flytjum svo niður í bæ og er í Austurbæjarskóla. Áttu engin systkini? Jú, ég á 6 systkini. Nú, ok. Þannig að, en þú og mammaðinn og kötturinn voru ein? Fyrst bara 3. Já, ok. Og svo skal ég segja þér, við flytjum í Hafnarfjörðin, svo fyrir við í Austurbæjarskóla og svo flytjum við í Borgarfjörð, í sveit, sem er svona annað. Alltaf heyrist. Bókandar hátt, heyrðir þetta? Já. Ok. Og já, Borgarfjörð er svona líka mitt svona á mitt hjarta. Og já, Valgerður er bara rosalega, orkumikil og hefur gaman að lífinu og hanna og græja og gera og er lesblind sem ég er ógeðslega stolt af, mér finnst það geðveikt. Og já, algjör svona hönnur, hefur gaman að hanna og búa til og svona, þú veist, brasa, gera við og eitthvað svona. Þannig að þú hefur verið í alls konar svoleiðis í gegnum tíðina. Já, mér finnst mjög gaman að hanna og er grafiskur miðill, sem sagt. Svo er ég jógakennari, jóganýtrakennari, markþjálfi og hef farið svona alls konar leiðir já, í lífinu. Elska til dæmis, ég er með svona reglu að fara á eitthvað námskeið og efla mig hverju einasta ári, gera alltaf í janúar. Þannig að fór í söngnám, var að klára söngnám núna í vor. Já, ok. Þannig að pröfa eitthvað sem er út fyrir þægindaramann eða eitthvað sem er svona öðruvísi. Og það er ógeðslega góð regla. Ég held að maður sé alltaf að læra, maður getur alltaf verið að læra eitthvað nýtt bara. Algjörlega. Og það gefur manni svo mikla fyllingu í lífið einhvern veginn. Þú veist, ég held að þegar maður hættir að vilja læra þá sem maður svolítið bara, þá er þetta bara pínu fyrir mér. Ég held að við séum alveg líkar að því að leiti að mér finnst alltaf gaman að læra eitthvað nýtt og prófa eitthvað nýtt og þú veist, uppgöta nýjar vittir á lífinu bara, á heiminum, sko. Já, svo líka að fer að námskeið og eitthvað svona, þú kynnist alltaf nýju fólki, sér alltaf eitthvað nýja sín, hélst kannski bara, já, þetta er sniðið, svo bara, nei, það er að fara þessa leið líka. Og svo náttúrulega líka kannski, þú veist, finnst manni kannski bara maður vera á geggjum stað og svo fyrir maður að pröfa eitthvað nýtt og bara, já, þetta er tjálansing eða þetta gat ég ekki eða það, mér finnst þetta, ég er búin að vera með þessa reglu í mörg ár og mér finnst þetta alveg klikkuð. Og svo ertu miðill. Já, spákonumiðill. Spákonumiðill, ok. Og hvenær, uppgötaðirðu þann hæfileika? Sko, þegar við flytjum frá Grundarfirði, þá flytjum við í Hafnarfjörð og búum þar í eldgömlu húsi. Og þar eru kannski, byrjar þetta allt saman. Og þetta er kannski ekki, hamingjusumustu stundirnar sem ég á í minningum. Þetta var mér mjög erfitt. Ég átti mjög erfitt með að sofa. Ég átti mjög erfitt með að vera ein og var mjög órugg og skildi ekki heiminn. Gerði mér samt alveg grein fyrir að ég var í öðruvísi
en ég vissi ekki af hverju ég var í öðruvísi. Og þessi ár þarna þau búum í Hafnarfirði eru bara mjög erfitt. Ég á mjög, ef að segja, slæmar minningar þaðan sem Valgerður litla. Já. Og sá mjög mikið, heyrði mjög mikið og... Á heimilinu þá? Já. Já. Og svo náttúrulega líka, þú veist, maður náttúrulega bara saklaus og lítill og skilur ekki alveg hlutina og labbar í hapitakt og á einhverju manneskju og kemur með skilaboð til hennar, veit ekkert hvað maður er að gera. Sem að var svona líka erfitt og kannski myndi ég segja líka erfitt fyrir mömmu að eiga barn sem að stundu segja hluti sem að, þú veist, maður á ekki svona vita eða fatta. Og ég held sérst afmæli mitt í Hafnarfirði og við erum með svona pakkaleik og þegar pakkaleikurinn er búinn þá fer ég að spurja krakkana hvort þau segja eins og ég fekk ekkert svar og eftir það þá bara hugsaði ég mun aldrei tala um þetta aftur. Ég vil ekki vera ég. Og hvernig varstu að spyrja, hvað spurður þau? Hvort að þau sæju? Hvort að þau heyrðu mikið á svona röddum við rúmið, hvort að þau sæju fólk, hvort að þau, ég gaf út mitt bók, þetta er svo góð setning sem er í bókinni, það er svo 100 manna hljómsveit sé að spila við rúmið. Ég heyrði mikið af röddum og ég skildi ekki, þannig ég eiginlega bara gerði svona og svo bara ruggaði mér. Mér fannst ég bara geðveik og ég var mjög hrædd að ef ég myndi segja frá þessu þá er ég bara að loka inni og og þannig ég byrja hægt að rólega hafna sjálfum mér og vill bara ekki vera ég. Manstu hvað raddirnar voru að segja? Manstu eitthvað svona, eða var þetta bara svona bla bla bla, svona kliður eða? Þetta er bara svona svo margir væri að tala í einu, bara eins og þú sért í veislu og þú myndir bara stoppa og hlusta, þá er bara svona margir að tala í einu. Já. Og það verður bara mjög, er strempið að hlusta á. Það tók bara rosalega á. Ég átti bara mjög erfitt og svo náttúrulega komst ég að setna af, það hefur fólk dáið í þessu húsi og konan fyrir neðan okkur, hún var líka andleg og ég missi að farið þarna fyrir utan ég hef verið í 20 þegar ég fór bara að hafa gráta ég verið bara muna eftir öllu sem var en ég sérst byrja að hafna sjálfum mér og vill ekki vera ég og síðan byrja ég bara að breyta mér, bara ekki vera í stelpufötum og hanga bara með strákum og þeir eru, þú veist, mér fannst þeir svo eðlir, þú veist, það var ekki svona drama og vitleysa og eitthvað svona þeir bara voru bara norm, ef ég segja þessu fyrir ekki það að við stelpunir erum verið norm, þeir svona tóku bara hlutunum eins og þeir og ef það var eitthvað vesen eða rifrildi þá bara svona var kilt í öxluna bara fyrir geðu og málið var bara dött og síðan flytjum við og þá fyrir við annað hús sem er niður í bæ það var ekki jafn mikið þar. Já, var það niður í bæ í Reykjavík? Já. Það var í Austurbæjarskóla það var ekki það var ekki mikið en þar var ég byrja að skynja rosalega hvernig fólk leið hvað myndi gerast hvernig hlutundum myndi verða og svo erfitt að setja saman þetta var svo mixt að vita hvernig með einhverjum líður eða vita að þetta gerist ekki og mér fannst það mjög flókið en það sem er áhugavert í þessu að móðir mín og mín öll fjölskylda, móðurfjölskylda er mjög opin fyrir andlegum málumnum það er það sem er svo skrítið en ég tengdi náttúrulega ekki við miðlar voru ekki tenging við það sem ég var að sjá tarotspil voru ekki tengingin kaffibollar Þessi þáttur er í áskrift ef þú vilt heyra meira getur þú farið inn á fullorðins.is og nælt þér í áskrift